Góðan daginn skákmeistarar, í dag ætla ég að fjalla við franska vörn. Franska vörn að hætti Tigran Petrosans. Sem sagt, Petrosan var mikið í því að leika B6 og hugmyndin með B6 snemma í franska vörn þetta að ná uppskiptum á hvítréttabiskunum. En þau uppskipti eru nú yfirleitt svörtum frekar hliðhóll og B6 er svona gömul lína sem ég held að það sé nú ekki margir að skoða svona dagstaglega, þannig getur alveg verið gaman að testa menn í einhverju svona einhverju svona gömlu fornleifar uppgröftur í skákfræðanum. En þetta er ekkert það vittlust að leika B6 en tölvurnar eru ekkert rosa hrifnar að því en tölvurnar eru náttúrulega ekki að tefla skákina og kannski er ofmeti hvítstöðun aðeins að því hann er með dálítið rými sko. En það eru fjölmargir leikir hérna, biskup D2, F4, dróning G4, A3 og biskup D2. Við skulum byrja á A3. Nú hvítur spyr svartan hvað ætla að gera við biskupinn og það er þetta þekkt að drepa á C3 en ég ætla frekar að mæla með biskup F8 og eflaust er einhver að spyrja hversin eru að leika biskup B4 og svo biskup F8 en svartur heldur í fram að rittarinn á C3 og peð á A3 séu ekki nýtsamlega leikir hjá hvítum og heftir hvítan svolítið á drottningaveng. Planið hjá svörtum er biskup A6 og leika C5 fljótlega. Skulum kíkja á sýnidæmi og ef hvítur leikur H4 þá kemur C5 og ráðast að miðborðið hvíts, breytir F3, biskup A6, skiptum upp, H5, hvítur eikur við rýmið á kóngsveng, H6, fínt að leika H6 og stöðva H6 hjá hvítum og valda G5 ritin, ritar 1 og 2, þannig kemur bara sýnidæmi, C4, staðan verður aðeins lokuð en hér fær svartur mótspilið sitt með A5 og ritari B5 flottuleikur, svartur komið með counterplay, biskup 1 og 7, dróning A8 og hérna er svartur komin inn á hvítan og getur verið svona alls konar taktík í stöðunni, drepa B4 og E3 og E2. Hér er skák sem Moskalenko var með svarti og það fekk hann sig góða stöðu hérna, fórnaði skipta með tímabundið og hangir hérna á B4 og rittarinn getur fara á E4. Þannig að þetta athyglisvert hvernig rittarinn fór hérna á A6, C7 og B5. Nú skulum baka. Biskup B5 skák er önnur tilraun að reyna að trufla svona liðsuppstillingin hjá svörtum. Gæti telst ekkert með svona. Biskup B5 athyglisverður leikur. Afsakið. Svartur setur pressuna hérna á hvítan. Á skálínni og ekki verið T4 reytarinn aðeins veikari og C3 reytari C6, reytari F3 geti til svona, bara sýndæmi og bara spennandi skák framöndan. Ég held að svartur standi ágætlega hérna, ég sé sjálfur sér engin sérstök vandamál.
Nú riddari F3, það er nú leikur sem Garri Kasparov hefur leikið sjálfur, þannig að það getur nú ekki verið mjög slæmur. Riddari eina 7 er ágætt spilleikur, reyna að bíða eftir að hvítur leiki biskup D3 og leika þá biskup A6. Komið dæmi um það, til dæmis svona einhvern megin. Og hér er A5 nýtsamlega leikur, stöða B4 og svo í framtíðinni gætu við hugsanlega leikið drón D7 og A4, blokkur allt á drottningaveng. H4 er svona anda franskotnanar, hvítur ætlar að búa til rými á kongsvæng og hugsanlega getur hrókurinn frá H3 G3 síðar. En það er nú samt svona ólíklegt, við skulum skoða hvernig það getur telst. Riddari eina 7, H4, H6, það er mjög gott að valda þennan G5 ritt, að valda honum og segjum H5, biskup F4 telst, getur svona B4, Júsipov leika einu sem riddari D7 hérna, hrókering og staðan er líklega aldrei óljós, en C5 gæti verið athyglisverður möguleiki sem hægt er að skoða nánar. Nú H5, C5, nú Vasili Ivansuk hefur leikið A5 er þessi hérna. Vann Garri Kasparov árið 1995 í skák með því og hvet bara þá sem vilja stúdera þetta skoða þá skák, en ég held að einfaldasta leiðin sé að leika C5 bara á biskup A6 til dæmis, það er svona einhvern megin. Með grunar að árið 1995 þá voru náttúrulega tölvurnar ekki jafn sterkar á í dag og ég er ekki samfærður með þetta sé eitthvað merkilegt á hvítt sko. Já, þannig að við skulum skoða aðra leiki hérna. Nú segjum biskup D2, það er eina 7 og drón G4. Þá fer rittarinn að F5 sem er flottur reitur fyrir rittarinn að hann fær að hanga þar. Hvíti gæti leikið biskup D3 og reynt að stugga við rittarinn, en þá getur við telt þetta eitthvað með svona F4, biskup A6, reyna að skipta upp á biskupum. Og svo er biskupinn að hugsanlega fara á E7 næst og við getum jafnvel langhrókirað fljótlega. Eða bara haft kónginu í E7 ef hann dreipur á E7. Ég held að þetta sé alltilega svart sko. H5 G5 er svona mikilvæg varnaraðferð. Nú rittar F3 er annar leikur, tekið á C3 og biskup A6. Hvítir með biskuparið, en þessi biskup á C3 er kannski ekkert rosalega sterkur sko. Og svona sýni framhald og rittari C6. Og ég held að svartu sé alveg með ýmsa spennandi möguleika. Hrókurinn getur frá B8 sig. Þetta ætti í hug D4 og drón D5 og eitthvað svoleiðis. Þetta H5 stöðvar svolítið hvítan hérna á kongsvæng. Ég myndi frekar taka svart hér. Það munar svo miklu að vanti hvítrita biskupinn hjá hvítum. Nú rittar F3 er annleikur, það getur telst eitthvað með svona. Og C5. Nú, þetta er eitthvað sem ég kíkti aðeins á, en rittar B8 er svona mentaðarleikur, en
og hér sjáum við planið. Það sem sagt, við verum að leika H6 til að fá ekki rittari G5 á okkur, rittari D7, hrókur A8 og við erum með mótspil. Hrókur F10 er annarleikur og kemur rittari B8 og rittari C6, svona dæmigert fransk plan að laga stöðu rittarans. Og ég held þessi staða sé bara nokkuð jöfn, sko. Við skulum baka. F4. Það er einhvern veginn svona leikur sem ég tel að get ekki verið réttur í þessari stöðu, sko. Ég myndi halda þetta væri bara meira svona með veiking heldur en styrkleikamerki og ég sé ekki að það sé neitt að fara að gerast á kóngsvæng í rauninni. Ég sé ekki sérstök vandamál hér fyrir svartan. Já, það er hann G4. Hótar á G7. Biskup F8, þessi leikur var Ær og Kýr Tígrans Pettersson. Pettersson hafði reyndar oft biskupinn á B7 og leik svo rittari C6, D7 og langkrókir eða mann rétt. Nú hér eru margir leikir, þetta með F4, D7, ágætisleikur, meiri segja G6 kemur til greina. Og það er bara hérna náðu uppskiptum, og tónleika F3, reynleika G4 og F5, H5, standard. Biskup B7 kemur til greina, tefla svona. Komum við bara með dæmi. Það er ekki alltaf að leika biskup A6. Það er ekkert að því að leika biskup A6 held ég. Og þessi stað er óljós. En ég held að þetta sé nú frekar meinlaust, sko. Já. Biskup G5, svona sneaky leikur. Þess að passa sig til dæmis rittari E7 og hérna hvítur rittari upp í D5, hangir á C8. Þannig að D7 er upprópunarmerki. Og F4, H6, H5 væri fín leið. Biskup B5 getur svona einhvern megin og við náum það mér sýnist ágætis counter hérna. Jafnvel biskup B5 geti komið til greina í einhverju stöðum. Löngrókun. Biskup A6 er ágætisleikur. H6, biskup A3, A5 kemur til greina með hugmyndinni biskup A6. Við erum alltaf opið fyrir því að hugsanlega geta langkrókira líka. Biskup H4 væri bara mannstapp, H5 og H4 að koma. Ef hann drepur gæti C5 komið til greina og þessi stað er nokkuð óljós. Við erum að reyna að leika B5 og hróku B8 og B3 bara all in, ráðast á hvítan. Rittari H3 annarleikur, rittari C6. Það er ekki gott að leika C5 strax, við þurfum náttúrulega aðeins að þróa liðu okkar hérna. Og hérna er rittari F5, þetta er nú skák með sjálfum Aljekin árið 1938 með svart, takk fyrir. Já, H4 þá er alltaf þá eigum við valkost að leika H5 en D7 er svona mentaplan sínu framhald C5 og þessi stað er nokkuð óljós en
Ég held að svartur er alveg sín tækifæri. Þetta er alltaf bara strategíin hjá svörstum að herja á þessa hvítureiti eftir biskup A6. Maður með rittar á F5, rittarinn getur farið á A5 C4 eða eitthvað svolítið. Já, drónu G4, afsakið. Rittar F3, drónu D7. Það er til ýmsir leikir hérna, A3 til að geta leikið B4, A4 líka. Það leikur rittar í C6 stöðum A5. Og hér held ég að svartur standi bara nokkuð vel. Biskup H6 getur fyrir að koma og hann gerur D4. Það er hann auðvelt að muna þessi leikja svart. Nú A3. Virkar rökréttar á mig. Já, eftir A3 þá á svartur tvo valkosti. Hann getur leikið biskup A6 eða biskup B7 jafnvel. Biskup B7 væri kannski svona Petrusson leiðin, en við skulum kíkja á biskup A6. Biskup A6. Það eru fasti liðir eins og venjulega. Það er ná uppskiptum á hvítrita biskupnum. Kemur síni framhald, trókering, rittar 1-7. En náttúrulega rittarinn á A6 er náttúrulega smá svona vandræðakall í svörtstöðinni, en hann er ofta að fara tilbaka á B8 og C6. Rittar 1-2, hvítur ætlar að færa rittarinn á kongsvæng. Rittar B8, biskup G5. Rittar C6. Við takk eftir við erum ekkert að leika C5 hérna. Við erum að fara inn að búa okkur til hérna mótspil á kongsvæng. B3, hvítur er kannski undirbúið C4, rittar F5. Þannig getur löngkrókun aðrilsöleikur til dæmis. Annað framhald er G6, drónu F4, biskup 1-7, hrókur F1 og G5 og svartur er með bullandi mótspil á kongsvæng. Sínstendar hvítur bara að þurfa að passa sig hérna sko. Það er fljótt að koma á kongsvæng. Þetta langkrókir á drepa G3, H5 með svo. En Petrusson planið er hugsanlega að leika biskup B7, við skulum skoða það næst. Þá skulum við skoða planið með biskup B7. Biskup B7, sýnidæmi, rittari C6. Takk eftir eins og áðan, við erum ekkert að halda stöðinu lokaðri og ekkert að leika C5 og við erum að fara að undirbúa gagnsókn á kongsvæng. Hvítur er nefnilega mjög líklega að fara að hrókera þar, rittar 1-7, segjum B4, F6, H5 kemur líka til greina. Bara svona sýndæmi, rittar F5, þannig H3, H5. Hér er hótun G5 og G4. Segjum að drepi og H4. Og þessi staða er alveg spennandi og mér finnst nú svarti kóngurinn hansi traustur sko. Þannig að já, ég held að ég láti þetta gott heita af þessum B6 Petrusson hugmyndum og vona einhver haft gagn og gaman af þessu. Takk fyrir.